Heimir, ég var eiginlega bara að spyrja þig bara svona fyrstu viðbrögð eftir þetta tap. Vonbrigði að tapa, við þurftum ekki að tapa þessum leik en gerðum það samt. Við vorum ágætir í fyrri hálfleik, kannski ekki góðir, náðum ekki að halda nógu vel í boltan en voru sterkir varnarlega, KR skapaði sér ekki neitt í fyrri hálfleik og við töluðum það, við gætum haldið boltanum betur innan liðsins og spila betur í seinni hálfleik og svo komum við út í seinni hálfleik og fáum á okkur mark úr föstu leikatriði og byrjuðum aldrei eiginlega seinni hálfleikin. Svo henti Kjartan Káli til okkar líflínu, hann skoraði frábært mark úr aukaspyrnu en það þannig í fótbolta að menn þurfa að fara að elta mennina sína og það þarf að dekka mennina í tegnum og við gerum það ekki, þess vegna fengum við okkur 3 mörk. Þetta eiginlega ótrúlega leikur því að eins og segir, það var ekkert sem var í spilunum að þið myndi fá 3 mörk á okkur í seinni hálfleik með einhvern fyrri hálfleikur í spilast en svona upp á að seinni hálfleik eiginlega gefur bara svolítið skýra mynd af því hvað koma skal í kjölfarið. Já, ég meina það FH á ekki að fá sér mörk úr föstu leik. Við erum með menn sem eru mjög sterkir í bæði í loftinu og á grasinu og eru góðir að verjast og KR er ekki með stærsta liðið í deildinni og það kom þeim svolítið inn í leikinn og þeir fengu svona sjálfstraustu við það. Var þetta sjokk, fannst þér, fyrir þitt lið að fá þetta mark bara strax í andliti upphafið seinna leiks? Já, svona pínlítið en við jöfnuðum okkur allt í lagi og ég hélt að myndi hjálpa okkur meira þegar Kjartan Kári skoraði þetta frábæra mark en við náðum bara ekki að loka nógu vel á fyrirgefnar hjá KR og náðum ekki að dekka nógu vel í tegnum og svo náðum við bara ekki að bara svo allir vita að KR spila hátt með vörnina og við vorum ekki nógu klókir í að tengja saman hlaup og sendingar inn fyrir vörnina. Voru orðið sáttir í stöðunni 2-2 og lítið eftir? Ég er kannski ekki maðurinn til að spyrja það en sko jafntefli fyrir okkur hér hefði ekkert verið slæm úrslit. Það hefði verið bara ágætis úrslit og eitthvað sem við hefum getað byggt á. Vandræðin okkar er bara þau að við erum búin að eiga ótal möguleika að koma okkur úr þessum pakka sem við erum í en þegar við eigum möguleika því þá gerum við það aldrei. Það eru vandræði liðsins að við náum ekki að búa til þetta stöðuleika. Var þetta þjálfarskák hjá þér með uppstillinguna liðin að byrja í 5 manna varnarlínu? Já, ég ætlaði að spila 5 manna varnarlínu en 4 manna sóknarlínu en mér fannst í fyrri hálfleik gekk varnarleikurinn mjög vel upp og KR-ingarnir eru náttúrulega góðir að nota svæðið með varnarlínu. Þeir eru góðir að yfirmanna vængina, við leystum það vel en við náðum ekki að leysa það nógu vel í seinni hálfleik. Útivallakrísan, hún heldur áfram? Það er hárrétt. Fari í taugarnar á þér? Já, mjög. Hvað er þér á það? Við þurfum bara að setjast niður. Ætti að hugsa þetta kannski? Já, kannski. Við þurfum bara að setjast yfir þetta og ræða þessi mál og við þurfum að fara að vinna einhverja leiki á Gerðugrasi. Spila flest liðin á Gerðugrasi.